Vatn eitt mikilvægasta efni jarðar og eru við Íslendingar svo heppnir að eiga líklega heimsins besta aðgengi að fersku vatni. En vatn ekki einungis nýtt til drykkjar, það líka samofið íslensku orkugjöfunum, samanber vatnsfallið og jarðvarmann. Orka sem nýtt á íslenskum heimilum, henni má í rauninni skipta í þrennt: raforku, jarðvarma og eldsneyti. Allir flokkarnir hafa ákveðna eiginleika, bæði kosti og galla. Raforku má til að mynda nýta í nánast hvað sem í tæki, til upphitunar og jafnvel í samgöngum, en raforku hins vegar afar erfitt að geyma. Jarðvarminn nýtist aðalega til upphitunar húsa og til baða, en þegar að ræða ódýran valkost, umhverfisvænan og endurnýjanlegan. Eldsneytið má nýta í nánast hvað sem og mjög auðvelt að geyma og geymist nánast endalaust. Gallinn hins vegar að það innflutt, óendurnýjanlegt og auðvitað mengandi. En hvaðan kemur orkan á vatnið? Hvert fer það og hvernig nýtum við það í okkar daglega lífi? Við komumst að því í þáttunum Orka landsins hér á N4. Jarðefnaeldsneyti gegndi mikilvægu hlutverki framan af í rafmagnsframleiðslu. Staðir, minni staðir sem ekki voru að tengjast samveitum. Þeir voru með olíustöðvar, dísilstöðvar og Íslendingar urðu mjög stoltir, eru mjög stoltir yfir því að hafa náð að uppræta þennan hluta í sínum orkugeira að 99,8% rafmagnsframleiðslunnar sé með jarðvarma og vatnsorku og nú í seinni tíð lítilræða vindorku. Þannig að jarðefnaeldsneyti skiptir ekki máli á þessum stað. Við höfum kannski samt lægra það að þrátt fyrir að þurfa ekki að nota olíunum í mjög takmörkuðum mæli til húskyndinga í nokkrum stöðum á landsbyggðinni og nánast ekki neitt í rafmagnsframleiðslu, að þá skorum við nú talsvert hátt á heimsvísu í brennslu á kolefnaeldsneyti per íbúa og skýringin náttúrulega bara fámennið og stærð landsins og mikilvægi samgangnanna. Þar sem eru flugsamgöngurnar og það er skipaflotinn og það eru bílarnir vitaskuld sem allavegna enn sem komið keyra mestu leyti á bensíni. Allt jarðefnaeldsneyti sem notað á Íslandi innflutt. Megnið af því sem við notum við fiskveiðar og í samgöngum, eða 90% af innfluttri olíu. Við notum einnig eldsneytið í flugsamgöngum til húshitunar, rafmagnsframleiðslu og í iðnaði, en þurfum við að huga að öðrum orkukostum. Það nú ekkert val að skipta ekki úr olíunni í eitthvað annað á endan, af því að eitt eðli jarðefnaeldsneytis eða olíu að þetta endanleg auðlind. Það þýðir einfaldlega að hún mun klárast og ef jarðefnaeldsneyti þá mun olían klárast fyrst og líklega á einhverju næstu 100 árum þá verður hún annarkvort nánast búin eða komin á óviðráðanlegt verð því það verður svo erfitt að ná í restarna, skulum við segja. Þannig að við komumst ekki hjá því að skipta úr endanum og kannski að gera að byrja fyrr en síðar svo að þetta vandamál sem alveg ljóst að verði lendi ekki að einhverjum gríðarlegu þunga á næstu kynslóðum. Leiðir til að knýja farartæki með vistvænum hætti eru mjög í umræðunum allan heimum þessar mundir og eru valmöguleikarnir fjölmargir. Í þróun eru bílar sem ganga fyrir vetni, rafmagni, bæði rafmagni og bensíni, etanóli, metanóli, bútanóli, metani, E85, lífdísilolíu og jafnvel samþjöppuðu lofti. Tæknileg útfærsla þó mislangt á veg komin í hverju tilviki og jafnframt má segja að möguleikarnir hendi misvel við íslenskar aðstæður. Sýn Íslendinga hlýtur að vera sú að geta nýtt orkugjafa landsins, einkum vatnsorku og jarðhita, til þess að leysa jarðefnaeldsneyti af hólmi að einhverju eða öllu leyti. Það því skiljanlegt að við Íslendingar séum spenntir fyrir framþróun á sviði rafbíla. Við kíktum við í bílaumboði Heklu sem einn þeirra sem selja rafbíla hér á landi. Rafmagnsbílarnir að ríða sér til rúms og sem þá kannski má segja borgarbílar
Þetta rafmagnsbílar sem þetta keyrt allt upp í 150 km. En það má kannski koma að því að meðalakstur í Reykjavík ekki nema 39 km á dag. Svo allir þessi rafmagnsbílar fullnægja öllum þeim þörfum. Ef að einstaklingur vill fá sér rafmagnsbíl þá getur hann farið allir svona ferð á slíkum bíl innan borgarmarkanna. Nákvæmlega. En það er afmarkað not samt, þetta er ekki landsbyggðarbíll til þess að fara að ferðast landshluta á milli. Nei, þú kannski keyrir ekki til Akureyrar á einni hleðslu í dag, en auðvitað þróunin hröð í þessu. En svo náttúrulega hitt að það er gríðarlegur orkusparnaður og til dæmis að þú ert kannski með 85% lægri rekstrarkostnað á bílnum heldur en á bensín- eða dísilbíl, með það að segja aka- og rafmagnsbíl. Við erum einnig farin að sjá í sölu bíla sem hafa fleiri en einn valmöguleika, til dæmis rafmagn og bensín eða dísil í einum og sama bílnum. Hér erum við komin inn í Mitsubishi-salinn hjá okkur og þetta Outlander tvíorkubíl, bæði með bensínvél og rafmagnsmótor. Þú getur keyrt alltaf 50 km á rafmagninu, en svo ertu að auki með venjulegan bensínbíl sem getur keyrt alltaf 700-800 km. Þetta fyrsti fjöldaframleiddi fjórhjóladrifni bíllinn af þessari tegund. Bara í heiminum, og hann hefur gert gríðarlega lukku bæði hér heima og erlendis. Hér dælur við bensín á, en hinum megin við bílinn, þá ertu með tengi bæði fyrir hraðhleðslu og heimalhleðslu. Við ákváðum að hitta rafbíla eigenda og fá að heyra frá fyrstu hendi hvernig það að eiga og reka rafmagnsbíl á Íslandi. Sko, ég hef verið svolítið veikur fyrir þessu lengi, ég finnst það forvitnilegt, en ég hef aldrei svona einhvern veginn séð að þetta verið raunhæft fyrir mig, sko. Og svo var ég bara þvælast upp í BHL og bara fór að skoða og prófa. Ég einhvern veginn bara gat ekki stígið tilbaka. Þannig ég bara skipti yfir og sé ekki eftir því. Hvenær? Þetta orðið svona, sem ég rúmt ár síðan. Þannig að það komin svolítið reynsla á þetta? Fín reynsla á þetta. Og hvað? Þetta minna mál heldur en það hljómar? Þetta er bara svona, þetta aðeins öðruvísi, en þetta ekkert vesen. Þetta bara, maður stillir sér inn á ákveðna hluti og þetta aðeins öðruvísi, svona kannski ryþmi heldur en þegar maður á bensínbíl, en alls ekkert verri og mörguleyti bara, þetta fyllilega raunhæfur kostur, finnst mér. Eigum við kannski að prófa að taka smá rúnt? Förum við rúntinn. Það heyrist í öllu reyma vélinni, sko. Þú hlýtur að vera að spara ansi marga þúsundkallana á mánuði hverju með því að velja þessa leið. Eitthvað vitulaust fjárfesting sem ég hef tekið þátt í lengi, sko. Já. Og þetta frábært, þetta náttúrulega allt annað veruleiki með kostnað við eldsneyti, smurningu og allt hvað þetta heitir. Ég þarf ekki að fara með bíl í smurningu. Þetta kostar allt. Og svo náttúrulega, sko, það sem að hluta stóru myndinni sem bara hvað þetta jákvætt umhverfislega. Ýmis fyrirtæki hugað umhverfissjónarmiðum í sínum rekstri. Bílalega Akureyrar Höldur rekur nú í sumar 3500 bíla, en bílalegan ákvað fyrir nokkru að stiga skref til þess að fá alþjóðlega umhverfisvottun. Já, þetta kannski byrjar í rauninni að segja árið 2008, þá ákveðum við að sækjast eftir svokallari ISO-vottun, ISO 14001 sem umhverfisvottun. Og förum í þá vinnu og fáum þessa vottun 2010 og þar í því felst að lágmarka í rauninni CO2-brennslu og öll eiturefni sem við getum mögulega fjarlægt út úr okkar rekstri eru tekin í burtu, hvort sem það á verkstæðum, í þrifum eða öðru. Og í sambandi við bíla og dekk, annað dæmi til dæmis, þegar við erum með 4500 bíla þá fellur til mikið af dekkjum og hvernig getum við nýtt það sem best, endur nýtt og svo framvegis. Og svo náttúrulega eyðslan hjá bílunum, CO2 og þar förum við þá í rauninni í tengslu við þessa vinnu, þá förum við að hugsa virkilega það hvernig getum við dregið úr þessari mengun í okkar rekstri. Því að það að reka bílalögu jú ekkert rosalega umhverfisvænt, en þá einmitt skiptir svo miklu máli að við hugsaum þetta. Og í rauninni þessi vinna okkar við að fara í þessa vottun, hún svona ítur okkur af stað og við förum að setja okkur markmið hverju ári það að flotinn okkar, hann brennir minna heldur en hann gerði áður og við hugsaum þetta þegar við erum að velja nýja bíla, hvernig getum við
keypt eins umhverfisvæna bíla eins og hægt og sem geta nýst okkur í flotanum. En eitthvað hægt að gera hreinlega varðandi eldsneytisnotkunina á bílunum? Já, bara það að fara að kaupa nýri bíla var mjög gott skref fyrir okkur. Þá strax lækkuðu þessa brennslu eða eyðslu hjá okkur vegna þess að nýir bílar eyða mun minna heldur en gamlir. Og svo fórum við líka mikið að hugsa dísilbíla versus bensínbíla. Við vorum flotinn okkur áðurst samanstóð af megninu til bensínbílum en dísilbílinn eyðir minna. Þannig að við fórum að færa okkur svolítið yfir í dísilbíla. Og svo fórum við að horfa á metan og rafmagn líka og svo stigum við verulega stórt skref núna í vor og höfum keypt 11 bíla þannig að núna við erum búin að selja 1 bíl en við erum núna með 12 rafmagnsbíla eða rafbíla kalla ég þetta nú reyndar, ég veit ekki hvort það á að nota svo sem í flotanum hjá okkur. En það sem að kannski fyrir fólk sem á fyrirtæki að eigendur, þeir hugsa, er þetta ekki bara fórnarkostnaður, er þetta ekki bara allt og dýrt, er þetta ekki bara fyrir þá sem hafa þennan lúxus að geta verið að spreða í þessi umhverfismál? Það má svara þessu sem jú og nei sko, en ekki ef þú horfir á stóru myndina. Mér finnst reyndar því miður vanta mikið upp á það að menn séu svona, þetta séu bæði í orði og borði. Í dag þetta full mikið að mínum mati bara í orði. Menn vilja vera umhverfisvænir og menn vilja draga úr CO2 brennslunni en það kallar á vinnu. Og það kallar á það að þú þarft mögulega eins og staðinn í dag að kaupa bíl sem dýrari heldur en sambærilegur bíl sem keyrir á dísel eða bensín. En þú ert síðan ekki að kaupa reglulega það eldsneyti, þú ert bara að nota rafmagn og þannig að á einhverjum ákveðnum tíma það borgar þessi fjárfesting sig upp. En svo líka hitt sem mér finnst við verða að hugsa og það bara svona siðferðislega og samfélagslega ábyrgð. Það getur vissulega verið dýrara og fyrir okkur það mun dýrara að kaupa þessar rafbíla heldur en venjulegan dísil eða bensínbíl. En okkur finnst bara okkur bera skylda til þess að taka þátt í því að stuðla að bættri nýtingu og spara í rauninni þessa getur kallað hefðbundnu orkugjafa, bensín og dísilolíu. Þannig að það bara ákveðin fórnarkostnaður sem okkur finnst við verða að taka þátt í. Fyrirtækið Carbon Recycling International eða CRI var stofnað í Reykjavík árið 2006 en þeir fanga koltvísýring sem losaður frá jarðvarmavirkjun HS Orku í Svartsengi og breyta honum í endurnýjanlegt eldsneyti. Síðan 2009 og 2010 þá fjármagnaði fyrirtækið byggingu verksmiðju í fullri stærð og framkvæmdum við hana lauk 2012 og þá hófum við framleiðslu á metanóli. Meginmarkmiðið að koma í veg fyrir það að þegar við brennum eldsneyti þá losum við nýjan koltvísýring út í andrúmsloftið. Við erum að loka kolefnishringrásinni og við gerum það með þeim hætti að við náum í koltvísýring úr útblæstri orkuvers, í þessu tilviki orkuversins hjá HS Orku í Svartsengi. En við getum líka verið að taka þetta úr útblæstri frá iðnaði. Og þannig erum við í raun og veru að leggja okkar af mörkum til þess að mannkynið minnki þessa miklu losun. Markaðurinn fyrir eldsneyti er dálítið snúinn. Hann stjórnast fyrst og fremst af hagsmunum stóru olíuríkjanna sem framleiða gríðarlega mikið magn og með tiltölulega litlum tilkostnaði vegna þess að þau þurfum ekki að í raun og veru að greiða fyrir þennan auka kostnað sem verður vegna losunarinnar og vegna áhrifanna á loftslagið. Þannig að við erum að byrja frá grunni og það er alltaf kostnaðarsamt. Þróun tækninnar tekur tíma. Þú nærð ekki að sýna fram á fulla hagkvæmni fyrir þú ert búin að byggja miklu stærri verksmiðjur heldur en þá sem við höfum í dag. Engu að síður þá erum við fyllilega samkeppnisfæri við annað lífeldsneyti, þessi annað eldsneyti sem reyna að leysa sömu vandamál. Og við teljum að við séum með lausn sem getur varað til miklu lengri tíma. Vegna þess að við getum með sjálfbærum hætti, þá meina ég í víðum skilningi þess orðs, búið til eldsneyti úr rafmagni sem og verður til staðar á mjög mörgum mismunandi orkugjöfum og þegar þetta rafmagn af endurnýjanlegum uppruna að þá erum við að algjörlega forða því að bruni eldsneytisins á loka áfanganum í bílvélinni hann valdi auknu magni koltvísýrings. Sko, við lítum eiginlega á okkur þannig að við séum að eiga þátt í stærri þróun sem í stað þess að nýta þessi jarðefnaeldsneyti að þá erum að nýta aðra orkugjafa í samgöngum og þá kannski fyrst og fremst rafmagnið.
og hérna þetta sem sagt orkuberi þar sem við getum flutt rafmagnið stund og stað og þetta kostur sem að erfitt að líkja eftir með öðrum hætti. Þannig að ég held að þessi aðferð og líkar aðferðir þar sem að notaður sem sagt koltvísýringur til þess að búa til fljótandi eldsneyti og notaður raforka á móti til þess að búa til vetni eða vetni úr öðru sem aukaafurð, að þetta sé tvímælalaust eitthvað sem geti komið á endanum að stórum hluta í staðinn fyrir það eldsneyti sem við fáum í dag úr olíu. Það eru sem sagt fjölmargir valmöguleikar á öðru eldsneyti heldur en olíu og bensíni, þó við séum nú ekki komin mjög langt í að það sé hægt að nýta það fyrir okkur á einkabílunum, allavega ekki ennþá, en við erum á leiðinni. En hvernig tengist það nú eiginlega þessu eldhúsi hérna á Bautanum? Það tengist því að Bautinn kaupir sér olíu til að steikja upp úr, eins og hérna í pottunum í Franskar og fleira. Og þeir sem sagt afhenda það svo í söfnunaraðila eins og Gámaþjónustuna eða Íslenska Gámafélagið, einhver aðila sem safna úrgangi. Þeir láta svo Orkey hafa það sem ég starfa fyrir og við tökum steikingarolíuna og keyrum það í gegnum okkar verksmiðju sem ákveðið efnaferli og úr því kemur lífdísel, svo kallaður. Hann svo hægt að nýta til að bæði brenna bara hreinan eða í flestum tilfellum hann blandaður. Það hægt að nota hann á hvaða díselvél sem hvort sem það skip eða strætó eða einkabíll. En geta þá til dæmis aðilar í veitingahúsabransanum hreinlega grætt pening á þessu sem áður var úrgangur sem þau þurfa annars kannski að borga fyrir að losna við? Þetta hefur verið þróunin bara á nokkrum árum úr því að þeir voru að borga fyrir að losna við þetta og í dag borgum við fyrir að fá þetta. Þannig að þetta bara henni ákvæðasta þróun. Og hægt að fá gott verð fyrir notaða steikingarolíu? Ekki sem þannig, en við höfum verið að borga í kringum 20 krónur á líterinn. Þannig að það allavega eitthvað. En það spurning hvort við fáum að kíkja upp í Orkey og tökum olíu hér og sjáum hvað gerist næst. Sjálfsagt. Hér fer þetta í gegnum ferli, það sem bara flókið efnaferli. Það sem þessur efnaferli við metanól. Metanóli kaupum við frá íslensku fyrirtæki sem heitir CRI og starfar í Svartsengi. Þar sem við erum með íslenskt metanól í ferlinu og við erum með íslenskt heitt vatn og við erum með íslenska raforku, þannig að við vilja meina að það sé varla hægt að fá grænni lífdísil en þennan. Og þetta fer svo í þetta ferli hérna, og hér bara flókin verksmiðja, sem er hönnuð af sérfræðingum, eins og verkfræðingum og efnafræðingum. Við náttúrulega hreinsum olíuna og við fáum allt ruslið úr og við blöndum aðeins af dýrafitu sem við fáum frá sláturhúsum. Þannig að þetta sem bara fer í gegnum þetta ferli og hér streymir svo bara út lífdísel sem fer aftur á svona 1000 lítra tanka. Það fer svo bara héðan og niður í Krossanes, bara örfáum metrum frá. Og þar tekur olíudreifing og blandar þessu í dísilolíu eða svartolíu. Og mest af okkar vöru fer til Samherja sem setur þetta í blöndunni 1,5% á held ég 3 skip hjá sér. Þannig að þeir fá tilbúna blöndu á höfnina, á bryggju, kantinn, þannig að þeir þurfa svo mikið að hafa fyrir neinu. Þannig að þeir minnka sitt kolefnisspor, getum við sagt, það sem nemur þessu, af því þetta náttúrulega bara innlend vara. En að lokum, telur að fyrirtæki ættu almennt að sýna, bæði einstaklingar og fyrirtæki ættu að sýna samfélagslega ábyrgð og hugsa meira út í þessi mál? Algjörlega, og það sem kannski oft gleymist í hugtakinu samfélagslega ábyrgð er að samfélagslega ábyrgð snýst ekki að henda peningum í eitthvað. Það samfélagslega óábyrgt að tapa peningum. Þannig að þessi verkefni þurfa alltaf að standa undir sér. Það sjálfsögðu, það bara hvernig mann alltaf mæla samfélagslega ábyrgð. Ég held að hún mælist bara í því að við sjáum að þetta skiptir máli. Það sé aðalmáli.
Næst liggur leiðin upp á gömlu ruslahaugana í Glerárdal við Akureyri en þar var sorp urðað í 4 áratugi. Því var hætt árið 2011 og grafið yfir haugana. Undir yfirborðinu nú ruslið því að rotna og við það myndast lífmassi og við þá rotnun myndast hauggas sem nú verið að tappa af og vinna í metangas sem nota má sem eldsneyti á bíla. Já, þetta bara sama sömu gös eins og myndast í haughúsum fjósa og bara við svona rotnun. Þetta bara vondalyktin. Vondarlegt? Já, þetta lyktin upp úr þessum hólum dauðinn. Þannig að þið að virkja dauðan? Já, það bara, þú hefur ekki fundið vondalykt eins og upp úr þessum hólum ef þú stingur nefinn á ný. Ég prófaði það og þá þú gera það bara einu sinni. Við sem að keyrum á metangasi erum í raun og veru að menga negatíft. Það að segja það að ég brenni metani á bílnum mínum, að það bara betra að ég brenni því heldur en ég myndi ekki brenna því. Þannig að það mjög góð tilfinning að heyra metani kikka inn og vita að maður að menga svona innan gæsla negatíft. Og síðan bara þetta skemmtilegt sko. En þetta ekki lausn á öllum vanda. Þó við myndum, sem skýrslum sem hafa gefið út þessi efni, þó við myndum nýta allt metan sem í boði er á Íslandi, svona með einhverjum viðráðlegum hætti, þá væri það ekki nema kannski svona 10–11% af því orkugildi sem við þurfum til samgangna. Þannig að þetta ekki lausnin? Þetta ekki lausnin, en skoðanir margra og ég svo sem þar á meðal, það að þó að bensín og fljótandi jarðefnaeldsneyti hafi verið lausnin núna í 100 ár eða svo, að þá mjög líklegt að framtíðin beri í skauti sér sko aðstæður sem verður ekki ein lausn. Það verður ekki lausnin, heldur verður við með alls konar ólíka lausnir til þess að leysa vandann. Rafmagn, metan, lífdísel og fleira. Og við sjáum hérna fyrir ofan við svona 2 kassa. Já. Þetta merkir þá það sem þið hafið borað niður? Þetta eru safnkassar. Safnkassar? Í haugnum eru 45 borhólur aðeins og þær eru svona á bilinu 10–17 metrar djúpar og í þennan skemmtilega haug og það var svona áhugavert að fylgjast með hvað kom upp þegar borað var. Já. En það syns að því hauggasinu svo safnað í þessa kassa sem sjást og það svo sogið úr haugnum. Það þarf svona aðeins að hjálpa því upp sko. Og við tökum þetta hauggas. Hauggasið svona á bilinu 50–60% metangas. Það sem út af stendur koltvísýringur, köfnunarefni og síðan einhver snefilgös sem eru þessi gös sem myndast þess á rotnun. Við fylgjum Ágústi aðeins niður fyrir haugana í Glerárdal á næsta stig í metangasferlinu. Hingað kemur hauggasið sem þetta rúmlega helmingur metan og síðan önnur gös og það ágætt að taka það fram sérstaklega að þessi stöð mengar ekki. Það að segja þau óæskilegu gös sem frá henni koma hefðu ella farið upp í andrúmsloftið upp á haugum. Þannig að það ekki neitt innan auka mengunræða, hér engin íblöndun og neitt slíkt. En það sem við gerum hér að við skiljum gasið í sundur. Og hérna ná menn úr metangasinu, úr hauggasinu, öllu nema köfnunarefninu. Þannig að innihald köfnunarefnis svo gott sem öllu nema köfnunarefninu, innihald köfnunarefnis í hauggasinu ræður því hversu hreint metanið Og við erum heppin hér. Haugurinn hér frekar góður. Hann gefur hátt hlutfall metans, hærra heldur en svona heimsmeðaltali sem maður skoðar þegar maður les litteratúru þessi mál og hóflegt magn köfnunarefnis, eða sem sagt niturs. Og þannig við erum að skaffa hérna 97% pluss metan. Hérna liggur svo lögn neðanjarðar með þessu hreina metani, eða svo gott sem, niður að afgreiðslustaðnum sem við Miðhúsabraut og þrýstingur á þeirri lögn eitthvað svona 8 bör. Þannig það lægra heldur en á kaldavatninu í bænum, þannig að þetta ekkert mikið þrýstingur heimskilningi og liggur hérna niðurir og þar tekur síðan við það að afgreiða þetta á bíla. Ef við þá ekki bara taka smá metan á bílið? Jú, við getum alveg gert það. Þetta virkar sem þannig eins og við fórum yfir áðan að þá kemur sem sagt metanið frá hreinstöðinni sem við skoðuðum í lögn niður að þjappstöð sem hérna rétt fyrir neðan. Þar þessu gasi þjappað upp í 200 bör, eða 200–220 bör og þjappstöðin inniheldur sem sagt lager sem getur lagerað svona sirka sólarhrings framleiðslu hreinstöðarinnar. Það náttúrulega gert til þess að ferlið í hreinsikerfinu annar kannski ekki þegar að koma hérna stóri bílar og taka mikið í einu en þarna svona dempun á því þannig að það safnast upp yfir nóttina eða eitthvað slíkt. Og síðan ferlið við það að taka metangas mjög keimlíkt í að taka bensín. Ef ekki að prófa það bara á meðan við spjöllum? Jú. Taka smá? Maður þarf að greiða sko.
Það þarf að borga. Ég bað fríkort en það var ekki í boði. En þetta dýrara eða ódýrara heldur en bensíni? Þetta er ódýrara. Metan að kosta núna svona 150 krónur normalrúmmetrin og einn normalrúmmetri af metani inniheldur álíka mikið orku innihaldi eins og 1 lítra af bensíni. Þannig eins og mín bifreið að eyða álíka miklu af metani eins og af bensíni, sem alltaf mikið en enga síður. Þetta bensínbíll. Það meira mál að breyta dísilbílum. Já. En þessi bíll, ég breytti þessum bíl, þetta ekki létt breytt honum fyrir mig þar að segja, og þá þetta bara sett í hann og síðan dælir maður metan á bílinn og í mínu tilfelli þá get ég tekið cirka 30 normalrúmmetra á bílinn sem þá álíka orkuinnihald eins og 30 lítra bensíni sem dugar í svona allt venjulegt snatt og ég get farið upp í mjög sveit og heim aftur á metani og svo framvegis. Þannig að þetta ekkert mál fyrir venjulegan bílnotanda að þess að vera eitthvað sérstaklega mikill metan áhuga maður að gera þetta eða hvað? Nei. Þetta minnsta mál í heimi sko. Já. Og það náttúrulega sjálfsögðu þetta ennþá bensínbíll. Þannig að þetta gerist automatist þegar metani klárast þá bara skiptir hann á bensín. Ég veit ekki eins og að því sko. Ég sé bara ljósið í meðlaborðinu. Þetta mjög einfalt. Þannig að þá þetta bara klárt eða hvað? Já, þetta bara að gerast. Já. Síðan bara gengum maður frá þessu og heldur leiðar sinnar. Og ekur í burtu með góða samvisku? Bros og vöf. Framtíðarhorfur fyrir eldsneyti eru öðruvísi en fyrir hin orkuflokkana, rafmagn og jarðvarma. Það er einföld ástæða að þar verðum við að breyta. Í hinum flokkunum það val, hvort við viljum breyta og hvað við viljum gera. En þarna verðum við að minnka innflutninga því að olían bara endanlega auðlind og síðan hefur náttúrulega þessi neikvæð áhrif á loftslag. Og eins og við höfum sýnt þá raun og veru lausnirnar mörgu hluti í boði og komnar svolítið af stað hér heima og erum við farin að framleiða okkar eigin eldsneyti að hluta. En þar þurfum við að gefa miklu meira í og raun og veru auka hraðan. Við erum komin á þann stað að við erum búin að sýna fram á að það hægt að skipta og möguleikarnir eru miklir og raun og veru óteljandi. Nú þarf eiginlega að fara að innleiða það meira. Þurfum við að fara svona af tilraunafasanum í framkvæmdafasann og raun og veru þynna mjög hratt út olíunotkun á Íslandi.